Já, komið þið sæl. Það var tiltölulega sólarlaust hjá okkur í dag og úrkomu gætti víða en þó í litlu magni. En stillt og milt veður svona að mestu leyti og ef við horfum hér á stöðu veðurkerfanna þá hefur hún svo sem lítið breyst frá því sem við sýndi hér í gær. En lægðarsvæði hér suður af landi þó að veikjast og grynnast og loftþrýstingur fer nú hækkandi. En við verðum áfram í svona ríkjandi austlægri átt allavega til morguns. Áttin verður síðan suðlægari þegar við komum fram á helgina. Milt hjá okkur, hiti náði 19,5 stigum þar sem hæst fór, það var reyndar á Suðurlandi. Sólarlisti gerði það að verkum að hann náði nú bara 19 stigum á Norðurlandi en ekki mikið að breytast varðandi loftmassan til morguns. Hér lengra suður í hafi er enn hlýra loft sem að kemur hér upp að landi á sunnudag, mánudag og það þó fyrst og fremst landið austanvert. En sólarlaust sagði ég, já, og við sjáum það nú betur í þessu að þetta klukkan 18 að hér eru úrkomuflekkir inni við miðju landi og svona skýjað að mestu leyti og við sjáum að ef við keyrum þessa hreyfimynd að það á nú einnig við morgun kannski besta líkur til þess að sólin á að brjótast í gegn landið norðanvert. En verður svona mestur þetta skýja hér hjá okkur á suðvesturhorninu, auðvitað ekki eftir að útiloka það skamma stund að sólin brjótist eitthvað staðar í gegn, en vindur hins vegar tiltölulega hægur, þetta hæg breytileg átt. Við sjáum að það eru tölverðir úrkomuflekki hér til fjalla, það eru svona heldur meiri ákefð í úrkomunni heldur verið hefur, en þurrkakaflanir þó á láglendi ættu nú að verða lengri. Og hitinn svona sæmilegur, við erum víða á bilinu 12 til 17 stig og ef við förum síðan aðeins lengra norður í land að þá sjáum við þetta nú svona ósköp svipað hvað varðar norðvesturhornlandsins. Ekki alls kostar þurrt, skýjað að mestu leyti og svona mesta úrkoman bara í fjallendinu og hitinn svona frá því að vera 10 stig úti við norðurströndina gæti verið að fara í þetta í svona 15-16 stig. Og hæglætis veður áfram og á norðausturhorninu að þá sjáum við að það eru kannski betri líkur til þess að það rífi eitthvað af sér þar. Getur einnig þést í úrkomu þá sérstaklega á Tröllaskaga í fjallendinu þar. En hitinn inn til landsins sennilega víða á bilinu 15 til 20 stig en þar sem andar að hafi að þá þetta nú öllu nær 10 stigunum og svona strekkingsvindur hér með norðausturströndinni. En lítum þá aðeins hvernig veður verður þá hjá okkur á suðausturlandi. Þar eru við með nokkuð ákveðna norðaustanátt segi ég. Og svona það gjóla hér með ströndinni en hægari vindur inn til landsins, skýjað mestu leyti á morgun og sama sagan í rauninni og með aðra landshluta það getur gæti einhverjar úrkomu þó að það verður sjálfsagt ekki mikið. Hitinn gæti farið 15-20 stig eins og til dæmis í Skaftafelli en það sem svona austan örafa þá þetta nú nær 10 stigunum. Tökum þá fyrir næstu daga, laugardagurinn, þá verður áttin suðurlæg og það svona að sjá að allan að fyrirpart laugardags geti gert úrkomu nokkuð víða og síðan svona seinnipartinn þá þetta skúrakennd úrkoma sem að svona á við í rauninni flesta landshluta, þó síst á Suðausturlandi og Austfjörðum. Sæmilega milt í þessu áfram og vindur yfirleitt hægur og á sunnudaginn síðan að sjá að þessi lægð og skil komi inn sem að með þetta hlýja loft og viðbúið þá að hitinn fari víða yfir 20 stigin á norðausturhorninu en úrkomu mun gæta sunnan og vestanlands og hún getur verið töluverð þegar skilin fara yfir. Og rauninni lítið þá sem að breytist þannig laga, við verum áfram í suðlægri átt á mánudaginn og áfram hlýjast og bjartast á norðausturhorninu. Við erum að sjá jafnvel hámarkshitta fara í þetta 23-4 stig þar en sunnan og vestanlands mun áfram rigna einhverju leyti þó sýnum mest samkvæmt þessari spá vestanlands en sæmilega milt í þessu og vindur til þess að gera hægur. En það svo sem ekki mikið að breytast hvað var veðri á morgundaginn, nánast sama veður og við höfðum í dag, stillt veður og milt og rauninni bara flott veður, verið þið sæl.